jákvæðar og skemmtilega fréttir gamansögur, brandara og svona fréttir af fólki sem hefur svona kannski breytt lífi sínu svona jákvæðan hátt hvernig sem það nú já ég fekk hugmyndina af þessu einn morgunni þegar ég var að vafra á netinu og kíkti svona á þessa helstu vefmiðla og var bara að sökkva í hyldýpi þunglindis eftir hálftíma lestur og ég fann ekki eina jákvæða frétt inn á þessum miðlum. Það bara þannig. Þannig ég hugsaði, þú veist, ég ekki pláss fyrir bara einn miðil sem er bara með jákvæða fréttir. Þetta nóg að öllu hinnu. Nóg að öllu hinnu. Það bara þú veist, ég ekkert að segja að fólk að hætta að fara inn á hinna miðlana. Það bara fínt að enda daginn á því að fara inn á brosnet.is og sjá eitthvað skemmtilegt. Nákvæmlega. Og hvenær eru þetta aðgengilegt öllum? Herðu, þetta stefnan að þetta verði bara aðgengilegt hérna svona eftir þátt hjá okkur á föstudaginn. Já. Þá verði dæminu startað. Það ekkert annað. Brosnet.is. Brosnet.is á þetta heita. Fyrir okkur öll. Fyrir ykkur öll að sjálfsögðu. En nú hlýtur þetta að þetta ekki frítt eða eitthvað? Nei, þetta sko ekki frítt. Ég eins og þú veist, þá ég ómögulegu peningamaður. Já. Og ég með alveg menn sko sem að sjá þá hlið í þessu. Ég bara á bara að skrifa. Þú ert framkvæmdastjórinn eða? Já, ég sem sagt, þetta náttúrulega mín hugmynd. Já. Og ég þurfti ekki að leita lengi til að fá menn til að stökkva á vagninn með mér. Það var alveg ótrúlega auðvelt og fljótlegt. Og menn voru svona, fannst þetta góð hugmynd. Já, þetta frábær hugmynd. Já, og bara vonandi gengur þetta og ég vil endilega af því að þetta náttúrulega vefur fyrir fólki sem les vefinn þá vil ég endilega fá bara ábendingar frá fólki. Það þetta að fara inn á Facebook-síðun okkar, bara brosnet.is og bara skilja eftir línu ábendingar hvað efni fólk vil lesa inn á síðunni. En það náttúrulega verður að vera jákvætt, það eina Þú ætlar svolítið að leyfa fólkinu úti að algjörlega stjórna, kannski ekki alveg síðunni en svona ábendingar. Jú, fólki náttúrulega, þú veist, stjórnar því hvað það vill lesa. Jú, ég ætla bara að hafa allar ábendingar teknar til greina og ég ætla að reyna að sníða bara vefinn að þörfum lesenda. Ertu komið með eitthvað ákveðu sem þú ætlar að byrja á með á síðunni? Já. Hvað ætlar að vera með sem bróslegt? Hvað bróslegt? Til dæmis þarna liður sem bara glens. Það eru bara brandarar og gamansögur. Svo eru bara fréttir og þá ég bara að taka jákvæða fréttir af öllum fréttamilum, innlendar, erlendar og bara drega þetta saman í svona einn link sem bara jákvæða fréttir. Svo erum við með pistla, jákvæða og skemmtilega pistla frá fólki, alls konar fólki. Og bara, þú veist, þetta bara, þetta verður bara svona, það svona bara eiginlega verið að ákveða svona með hverju mínútunni, hvernig þetta verður. Það verður að létta lundina hjá landanum. Ég ætla að vona það takist. Já, en það getur allavega verið örugt það að það ekkert neikvætt. Það verður engin pólitík og ekkert svona leiðin. Engin pólitík. Þótt að verði eitthvað jákvæða fréttir? Nei, ég lík því. Ef það eitthvað jákvætt, ef allir flokkar koma sér saman eitthvað þjóðþrifamál, þá verður fjallað það inni. En annars engar utanlandsferðir hjá Sigmundi eða neitt svoleiðis? Ekkert svoleiðis. Lukkutíki á hockey? Nei. Það verður ekkert svoleiðis. Ég fæ útrás fyrir það bara inn á Facebook. Já, nákvæmlega. En nú ég les alls mikið af fréttum alla daga og fyrir gegnum alla þessa helstu miðla og mér finnst ekkert mjög auðvelt að finna jákvæða fréttir. Hvar ætlar þú að leita þetta upp? Já, þetta nefnilega þegar ég Menn að segja mér það? Já, sko þetta nefnilega svolítið en ef maður finnur það ekki þá verður maður kannski bara að búa það til. Já, reyndar. Sko ekki skáld. Þá þarf þú kannski bara að vera þinn eigin fréttamaður. Ef þú sérði eða heyrir eitthvað í þjóðfélaginu að búa það sjálfur til. Þannig þetta og þú veist, og ég náttúrulega heilmikið að leita uppi. Ég að leggja fólki einhelt að koma í viðtal og svona fólk sem jákvætt og skemmtilegt og ég veit að að gera skemmtilega hluti. Og þú veist, þetta verður heilmikil þú veist, nýjar fréttir bara frá okkur, skilur en svona viðtöl og þess áttar sem ég tek bara við fólk sem að mér finnst áhugavert og lesendum, ég fæ ábendinga frá fólki
hvað það vill lesa einhvern sem að maður fær fréttir af einhverju sem er að byrja með eitthvað voða skemmtilegt dæmi út á landi eða eitthvað og þá tekum maður viðtalið hann. Að sjálfsögðu. Og fólk getur þó sendt hvað á drosnet.is? Já, það getur langbest að fara bara inn á Facebook-síðuna og þar er hægt að skilja bara eftir línu, þú veist, inn á Facebook-síðunni. Brosnet.is bara, þú stimpla bara inn brosnet.is og það er greinilegt að fólk þyrstir í svona miðil, það er alveg augljóst. Ég bjóð til Facebook-síðunni í gær og það eru komin einhver 300 like, fólk vill þetta vantar. Það er alveg hreinu. Ég held að fólk sé að verða ansi þreytt á því að lesa hrapandi flugvélar og svíkjandi stjórnmálamenn. Ég held bara... Það er ansi þreytt. En það líka tölum við ekki drosalega mikið um það hérna. Við tölum ekki um það hér, nei. Þetta er alveg rétt. Og það verður alls ekkert þannig og eins með íþróttafréttir, það er gott að ég verða að benda á það. Það verður ekki til dæmis KR vann Fram. Þú sér það aldrei inn á því það er jákvæmt fyrir KR-inga en neikvæmt fyrir Framara. Liverpool meistari? Kemur ekki hann inn. Nei. En Anita Hinriksdóttir var Evrópumeistari, það kemur hann inn. Þetta er íslensku vefur og við höfum að fjalla íslenska íþróttamenn sem er að gera það gott erlendis. Nú ertu komin þetta með, væntanlega styrktaraðila eða þarna inn á síðuna en svo kemur því að þessi síða og ég veit að þessi síða áttur að springa út. Að þá getur væntanlega fyrirtæki keypt auglýsingarinn á síðunni? Já, algjörlega og það er bara ekkert mál að hafa samband við ætlum ekki að rukka fyrir neinar auglýsingar fyrir 1. maí þá byrjum við svona að herja á sem eru með auglýsingu hjá okkur og nýja aðila þannig að það er að gera bara að hafa samband. Þú ert mjög jákvæður maður, Siggi? Ég er jákvæður maður, já. Ertu búin að ganga með þessa hugmynd lengi eða? Nei, þessa hugmynd Fékkstu bara nóg af fréttunum? Já, eiginlega sko, það var bara þannig. Ég fékk hugmyndin í febrúar, í byrjun febrúar. Þá kviknaði hugmyndin og ég fór bara af stað. Það er ekki lengra síðan? Nei, það er ekki lengra síðan. Og nú er þetta að verða að veruleika, vonandi. Það er heldur betur, verið spýtt í lóna og hraðar hendur unnið stórt verk. Já, samt finnst mér þetta nú ekki það að gengi, sko. Nei. En jú, þetta er búið að ganga vel og ég er með mjög góðan aðila með mig, Streymi heimasíðugerð sem er að gera síðuna fyrir mig. Því ég kann ekki á peninga og ekki sérstaklega mikið á tölvur. Nei. Ég þurfti bara að fá... Kannt á Facebook? Ég kann á Facebook, búið. Fólk ætti að vita það. Já, fólk veit það sem er með Facebook, já. En þannig að ég þurfti að fá bara menn með mér í þetta, annars hefði þetta aldrei orðið. Já. Það stundum er gott að eiga góð að. Gott að eiga góð að, já. Vilja hjálpa manni. En það er brosnet.is og þú segir það að þetta væntanlega þú opnir fyrir almenning á föstudaginn. Ef að tæknin fer ekki að stríða okkur, þá verður þetta opna á föstudaginn. Nákvæmlega, við fylgjumst með þessu. Siggi, við heyrumst á föstudaginn. Ekki spurning. Klukkan 9. Takk fyrir kærlega.